Já, Steini, við ætlum að spyrja þig fyrst hérna aðeins út í leikinn sem var gangið aðan. Þetta 4-0 sigur, hvað ættu að segja um þennan leik? Ég er bara sáttur, bara klárum þennan leik nokkuð þægilega og vinnum þetta bara samfélagi. Já, varstu ánægður með spili hjá stelpunum og... Já, var ánægður með fyrri hálfleik, seinni hálfleik var svona, vorum við kannski einhver þreyta og svona, og leikurinn var nokkuð öruggur, þannig ég held að leikmenn hafa svolítið farið í það að fara þægilega leiðin í þessu. Já. Og vita að við erum búin að vinna og að það er ágjörð neina, þannig að slökuðu kannski aðeins á. Já. En drátturinn í hátíðin, hvað ættu að segja um hann? Það er bara áhugavert. Já. Erfiðir andstæðingar. Þægilegt ferðalag. Já. Og við þurfum bara að eiga 2 frábæra leiki til að eiga einhvern séns þarna. Já. Þú þjálfarinn sænski hann aðeins tjáðsum um þetta, hann ætlaði að koma hérna og taka út Breiðablik, segist ekki lítið um það og segist að þarf um að sjóa útsendingar eða upptöku síðan ekki nóg fyrir sig. Hvað hvernig staðan stendur þetta eitthvað til þér? Já, við sáum þetta spila núna í vor í 8. úrslitum móti Frankfurt, út í Frankfurt, þá fórum við öll að leikinn, seinni leikinn, þar sem það er dutt út á móti Frankfurt, töpuð í vítaspyrnukeppni og þetta er náttúrulega hörkur lið með frábæra leikmenn og heimsklassa leikmenn, lið sem hefur verið í 8. úrslitum og undanfarin ár og eitt af kannski, að minnsta kosti eitt af 8 bestu liðum í Evrópu, þannig að þetta er náttúrulega sterkur andstæðingur og ekkert endilega drauma andstæðingurinn en þetta fengum við og við þurfum bara að byrja að undirbúa okkur undir það þegar við erum búin með Íslandsmótið. Ég er alltaf ekkert að fara að spá í þetta að neinu viti fyrir að Íslandsmótið er búið. Takk fyrir þetta, Steini. Takk.